Kaflinn sem ég ætla að lesa úr bókinni Auðbjargar er Soffía frænka og óttinn. Samfélagslýsing Kardimmömmubæjarins er kostuleg og endalaus uppspretta skemmtunar og visku. Skoðum aðeins samskipti ræningjana, bæjarfógetans og Soffíu frænku. Ræninginir 3 voru í stökustu vandræðum vegna óreiðu og leti á heimili sínu. Þeir týndu öllum hlutum og urðu svangir af því enginn þeirra nennti að elda matinn. Þeir gerðu sig grein fyrir að ljónið var í gagnlegasta húsdýrið en kenndu því allt sem aflaga fór, allt sem týndist hafi ljónið étið. Enginn þora að taka okkur fasta með að ljónið er hérna í húsinu, sagði Kasper. En það er vont að láta éta sig þótt það sé bara að hluta, sagði Jesper sem hafði mist tá í kjaft ljónsins. Jónatan skildi ljónið afar vel því að hungrið var honum líka sársaukafullt. Hugmyndin að ræna kvenmanni til að leysa málin var fljótt að ómótstæðilegri draumsýn. Ódýr leið út úr óþægilegum aðstæðum. Eina sjáanlega hindrunin við rána á Soffíu frænku og næturlagi var auðleyst. Hún vaknar ekki, sagði Kasper. Þar með var málið leyst og ránsleiðangur skipulagður. Svo heppilega vildi til að frúin sá í hengirúmi og þess vegna leikur einn að bera hana milli húsa án þess hún yrði þess vör. Svo sofnuðu þeir allir spenntir fyrir morgundeginum. Morgunu vaknaði Soffía frænka í sínastíðinni. Það fyrsta sem hún sagði var: hver býr í þessu ruslakofa? Auðvitað bentu ræningjarnar á svínið í stíunni, en frænkan var fljót að sjá öll 4 svínin í húsinu. Fljótlega rann glansinn af því að hafa Soffíu í húsinu, því að vinna við það var alveg að drepa ræningjana. Það er sem sé ekkert sérstaklega notalegt að fara út fyrir þægindaramman eftir allt saman. Þeir byrjuðu á að biðja hana fallega að fara heim aftur, en hún vildi það ekki. Jafnvel bæjarfógetið gat ekki fengið hana til þess að fara. Ljónið lét lítið fyrir sér fara í návi Soffíu sem var ekki vitund hrædd við það. Mér er alvara, sagði hún. Ég vil heldur vera hér, finnst ágætt að skeita skapi mín á einhverjum. Hún tók að sér að gera heiðarlega menn úr ræningjónum og vildi bjarga þeim þannig frá fangelsisvist. Lögreglustjóri gat ekki hafna slíku boði enda í hans anda að fara mildum höndum ógæfi menn. Ég vil heldur verið í fangelsi en hér í húsinu með henni, sagði Jónatan leið og hann fann lausnina. Hann vildi skila henni á sama hátt og þeir rendu henni. Allt gekk það samkvæmt áætlun og enginn vaknaði þegar þeir skiluðu henni heim til sín aftur. Í ljós kom að ræningarnir voru eitt sinn hljóðfæraleikarar og fógetinn var fljótur að sjá hvað listir eru mannbætandi fyrir fólk og samfélag. Útvegu voru hljóðfæri fyrir þá til að taka þátt í samfélaginu á uppbyggilegan hátt. Bæjarfélagið masseraði undir hljóðfæraslætti ræningjana og þá fór allt að verða skemmtilegt. Síðan kviknaði í húsi Tóbíasar og allir bæjarbúar hjálpust að slökkva eldinn. Góðmennska ræningjana og hæfileika þeirra komu enn betur í ljós. Fógetinn nýtti mildi og fékk samfélagið til að aðlagast þessum annars vafasömu mönnum. Ljóninu var komið fyrir á viðandi stað þar sem fólki stóð ekki ógnaði. Við þetta eru ræningjarnir að treysta á annað en ljónið á sama tíma þau nutu þess að vera viðurkenndir og eignuðust góða vini. Niðurstaðan var öllum í hag. Hvort var það harka Soffíu frænku eða mildi fógetans sem virkaði á ræningjana. Kannski var það blandan sem réði úrslitum og ógnin af ljóninu hafði sín áhrif. En fyrst og fremst voru það samskipti ræningjana og bæjarbúa sem skiptu máli. Óttinn var á bak og burt, bæði óttinn við Soffíu og ljónið. Kannski ástæðan fyrir ég valdi hennan kafla, maður farið gegnum þessa sorg með þér á þessum tíma en það er þessi húmor sem mér finnst svo rosalega sem hefur snert mig svo djúpt og hvað við höfum oft geta skellihleið í alveg afkarnalegum aðstæðum og kannski þegar þetta með ljónið sko, því ég fór að grínast við þig og ég var bara að gleyma þessu með tána á ljónið en ég hafði einhvern veginn orðað við þig að maður þorir ekki að reka tána inn sko, opna dyrnar á Landspítalanum og reka tána inn, hún getur verið að bitin af. Ég meina þetta að þessum aðstæðum og þessi gleði og svo því ég var að segja við þig að stundum virkar það á mig þannig að þú sett eins og Soffía frænka, þið losna enga með við. Það var ekki rétta manneskjan á réttum stað þegar þeir völdu þá leið sem þeir völdu. Og ég er afar stolt af þínu framtaki og því sem þú hefur gert og þú ert virkilega heiðurskilið fyrir þetta allt. Takk fyrir. Takk fyrir það, frábært. Og bjóða mér að lesa líka, takk. Takk.